Therese Claire fæddist árið 1927 í Frakklandi inn í íhaldssama kaþólska fjölskyldu í úthverfi Parísar. Therese, það mikilvægasta fyrir unga stúlku að vera falleg og góð. Já, pabbi. Og hrein mey fram að giftingu. Já, mamma. Í kvöld skulum við búa til annað barn, Therese. Já, elskan mín. Mwah. Eina upplifting hennar að sækja kirkju. Karl Marx. Þegar Therese 42 ára kynnist hún aktivisma hjá nokkrum verkamannaprestum. Félagar, karlmaðurinn þarf að frelsa... En hvað konuna? Frelsi til fóstureyðinga og getnaðarvarna. Í maí 1968 Therese ekki svo eina sem spyr sig að þessu. Vissirðu að ólöglegar fóstureyðingar eru helsta dauðaorsökin meðal franskra kvenna? Ertu með okkur í liði? Líkaminn tilheyrir mér! Líkaminn tilheyrir mér! Það ekki aðeins líkaminn minn sem tilheyrir mér. Sama gildir líf mitt. Ég elska börni mín, en fyrst og fremst ég kona, frjálskona. Therese flyst til Montreuil með börnum sínum. Kvenréttindi mín barátta og ég vinn hana ekki ein. Lengi lifi Therese! Eru þér Therese? Já. Ég þarf að komast í fóstureyðingu. Ekki hvísla. Hættu það! Saman getum við fundið lausn. Therese fremur leynilegar fóstureyðingar og teflir sjálfri sér í hættu. Líkaminn tilheyrir mér! Barn, ef ég vil, þegar ég vil. Suss! Það að hefjast. Engin kona fer með glöðu geði í fóstureyðingu. Hlustið bara á vitnisburð kvenna. Þessu fylgir alltaf mikið tilfinningaumrót. Okkur tókst það! Við unnum! Veillögin taka gildi 1975 og fóstureyðingar eru ekki lengur ólöglegar. Og ég held áfram réttindabaráttunni. Mamma, það hryggir mig að þú sért ein og yfirgefin. Þú þarfnast samfélags annarra kvenna. Með þeim gætur lifa kyrrlátu, góðu og sjálfstæðu lífi. Engin annar trúir á þessa útópísku sýn hennar. Já, það stöðvar mig ekki. Halló, þetta ríkið? Já, ég að safna fyrir hjúkrunar Já, halló, þetta sveitafélagið? Halló, borgarstjórinn í Montreuil? Takk fyrir. Andelliheimilið hefur nú verið opnað. Nú þurfa konur ekki að eldast einar. Vistheimili fyrir aldraðar konur sem sjá sig sjálfar loks opnað í Montreuil árið 2012. Hér leggja allir hönd á plóg. Therese deyr 88 ára gömul. Líf hennar var bardagi og veisla allt fram til dánardagurs. Að eldast fínt, en að eldast vel ennþá betra.